Andrea Bóel og Kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar. En kórinn mun leiða sönginn í dag, en það eru nokkur lög sem þið ætla að taka vel undir, þá kemur textinn upp á vegg. Svo fáum við sérstakann gest með okkur í dag, það er engin annar en Arnar Ingi Ólafsson, okkar íslenski Johnny Cash. En við skulum hefja stund með því að signa okkur og biðja saman. Segjum upp Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Almáttugi eilífi Guð, þú sem hefur látið ljóma dýrðar þinnar yfir okkur skína í orði þínu, sem varð hold og býr með okkur, við biðjum þig, gef þú að ljósið sem fyrir trúna lýsir í hjörtum okkar, ná að endurskína í verkum okkar. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu Heilags Anda, einn sannur Guð aldir alda. Og nú syngjum við saman Bjartur yfir Betlehem. Drottinn miskunnað oss. Kristur miskunnað oss. Drottinn miskunnað oss. Þá með þið sem hefur auðvelt með rísa á fætur. Dýrð sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Og núna í staðinn fyrir að syngja hann hefðbundna dýrðarsöng, þá með þið fá okkur sæti og við ætlum að hlusta á hana Áslaugu syngja lag og text eftir hana, Dýrð sé Guði.
Dýr sé Guði, dýr sé Syninum, á himni sem á jörðu, að eilífu. Aldir alda, dýr sé Andanum, Föður vor á himnum, heilagur. Faðir minn, Faðir á himnum, ég lofa þig, heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji, aldir að eilífu. Amen. Þitt er ríkið, þinn er mátturinn, á jörðu sem á himni, að eilífu. Dýr sé Guði, Föður Syninum og heilögum Anda. Amen. Faðir minn, Faðir á himnum, ég lofa þitt, heilaga nafn, Faðir minn, verði þinn vilji, aldir að eilífu. Amen. Gloria in excelsis, Deo et in terra pars. Gloria in excelsis, Deo et in terra pars. Dýr sé Guði, dýr sé Syninum, á himni sem á jörðu, að eilífu. Faðir minn, Faðir á himnum, ég lofa þitt, heilaga nafn, heilaga nafn. Verði þinn vilji, aldir að eilífu. Það eru kraftur í þessu, svona á það vera. Herðu, fyrri ritningalestur dagsins er úr Jesaja og hljóðar svo. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Þú eykur stórum fögnuðinn, gerir gleðina mikla. Menn gleðjast fyrir augliti þínu eins og þegar uppskeru er fagnað. Eins og menn fagna þegar herfangi er skipt, því að ok þeirra, klafan á herðum þeirra,
barefli þess sem kúar þá, hefur þú brotið í sundur, eins og á degi Midjans. Öll harkmikil hermannastígvél og allar bóðstoknar skikkjur skulu brendar og verða eldsmatur. Því að barn er oss fælt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Hann skal nefndur undra ráðgjafi, Guðhetja, eilífðar faðir, friðarhöfðingi, og mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti, héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari ritningalesturinn úr Títusarbréfi. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðleik og veraldlegum girndum og lifa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum. Í eftirvæntingu okkar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesús Kristur opinberist í dýri sinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leysti okkur frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfum sér til handa eignarlíð, kostgæfin til góðra verka. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Þá syngjum við saman Guðs kristni í heimi. Þá með því sem við auðvelt með rísa fætur og heyrum við heilagt Guðspjall. Það stendur í Mattheusar Guðspjalli.
Fæðing Jesú Krists varð á þennan hátt. María móðir hans var föst með Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. Jósef, festarmaður hennar sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minnkun og hugði skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davís, óttast þú ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með af heilugum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Og allt var þetta til þess að rætast skyldi þar sem drottin lét spámanninn boða: Sjá, yngismær mun þunguð verða og fæða son, og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði gerði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús. Og þannig hljóðir heilaga Guðspjall. Og við skulum standa áfram og játa saman trún okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Þá með ég fá okkur sæti og kórinn má fá sér sæti og nú bjóðum við á svið Arnar Inga. Christmas Day, their old familiar carols play, and wild and sweet the words repeat of peace on earth, goodwill to men. I thought how as the day had come, the belfries of all Christendom had rolled along, unbroken song of peace on earth, goodwill to men. And in despair I bowed my head. There is no peace on earth, I said, for hate is strong that mocks the song of peace on earth, goodwill to men. Then pealed the bells more loud and deep. God is not dead, nor doth he sleep. The wrong shall fail, the right prevail, with peace on earth, goodwill to men. Its way, the world revolved from night to day, a voice, a chime, a chant sublime of peace on earth, goodwill to men.
goodwill to men. Takk fyrir. Kæra þakkir, dásamlegt. Jólin eru hátíð barnanna og þegar ég las yfir guðspjallið, jólaguðspjallið, þá fór ég mörg ár aftur í tíman í huganum og minntist þess þegar ég var sjálfur með svona lítið barn. Það var nefnilega alltaf minn stærsti draumur, eignast mann og börn. Og ég man að þegar ég var á menntaskólaaldri og við vinkonar vorum að ræða framtíðarplönin, þá snerust þeirra draumar að fara í interrail, bakpokaferðalag, búa í útlöndum og eitthvað svoleiðis, en ég vildi bara mann og börn. Og ég sá þetta fyrir mér að ég myndi kynnast manni, giftast, við myndum eignast börn og þá væri þetta bara komið og allir hamingjusamir til æviloka. En svo fer lífið stundum aðeins öðruvísi og þá þarf maður bara að aðlaga drauminn að því, ekki satt. En við getum öll verið sammála að börnin okkar eru það dýrmætasta sem við eigum. Og við viljum þeim alltaf besta og við viljum vera þeim góðar fyrirmyndir, ekki satt. Og það hefur örugglega verið eins hjá foreldrum Jesú, þeim Jósef og Maríu. En þau þurftu alveg að glíma við ýmis verkefni og erfiðar aðstæður, þó að engin skilnaður komið þar við sögu. Og mig langar aðeins í því samhengi að skoða hlutverk Jósef í lífi Jesú og Jósef sem fyrirmynd. Og ef við spólum aðeins tilbaka og byrjum bara alveg á byrjunni, þá kemur fram að Jósef í rauninni stjúpabbi Jesú. Því að María varð ólétt áður en þau giftu sig og Jósef náttúrulega gengur eðlilega út frá því að María hafi verið honum ótrú þar sem það var útilokað að barnið væri hans. Og hann er því í mikilli klemmu og hann stendur frammi fyrir þeim valkostum að opinbera skömm hennar og ákæra hana fyrir brot á trúlofun eða skilja við henni kyrrþey. En það er afleiðingar sem að slík ákæra hefði haft í för með sér í gyðinglegu samfélagi þess tíma, voru þær að María hefði mögulega verið grýtt til dauða og heiður fjölskyldnanna hefur örugglega verið í húfi. Þannig að ákvörðun Jósefs að giftast henni, þrátt fyrir allt, er því tekin af umhyggju fyrir Maríu, eins og kemur fram í Guðspjall 16. En ákvörðun Jósefs byggir líka á trú og trausti til Guðs, þegar engill drottins hafði birst honum í draumi og sagt að barnið væri barn Guðs og hann ætti að ganga að eiga Maríu og gefa drengnum nafni Jesú. Og Jósef ákvað að taka mark á draumnum og hann tók þessa ákvörðun þrátt fyrir að siðvenjur segðu annað og í rauninni sama hvað öðru fólki fyndist. Og ég dáist á hann fyrir það. Þetta hefur örugglega ekki verið auðvelt á þessum tíma. Því þó að Jósef hafi ekki þurft að eiga samskiptum við einhvern fyrrverandi, þá var örugglega eitthvað slúðrað. Ég viss það. En Jósef sem sagt ákvað að giftast Maríu og elska Jesú sem sinn eigin son. Og það fer ekkert mikið fyrir Jósef í Guðspjöllunum og hann er kannski frekar í bakgrunni á meðan Jesús og María eru í forgrunni. En Jósef spilar samt sem áður stórt og veigamikið hlutverk í lífi Jesú. Hvergi í Biblíunni er þó haft eftir Jósef eitt einasta orð. Hann hefur samt ábyggilega talað mikið við Jesú í gegnum tíðina. En við getum samt sem áður séð og verið nokkuð vissum að Jósef hefur verið klár og góður maður. Því að Jesús var háður ytri aðstæðum eins og við hin í uppeldinu. Því að uppeldi mótar okkur og við sem erum hér í kvöld eigum eflaust fjölskyldur sem eru ólíkar að stærð og gerð. Og samskiptin innan fjölskyldnanna geta verið bara alla vegu. Ég á til dæmis 2 sett af foreldrum og ég á hálfsystkini og stjúpsystkinn og sem barn þá átti ég fullt af ömmum og öfum og ég gerði aldrei neitt greinarmun á því hvort einhver þeirra væri stjúp eða ekki. Ég var bara svo heppin, ég átti fullt af fólki aðeins sem elskaði mig. Og
Fyrir mér þá fjölskylduformið sem að ég ólst upp við bara ósköp venjulegt og gott af flestu leyti. En það hafa samskipti foreldra minna alltaf verið til mikilla fyrirmyndar. Pabbi og stjúpmamma mín, þau komu til dæmis alltaf inn í kaffi á sunnudögum þegar þau skutluðu mér heim og þau spjölluðu við mömmu og hinn pabba minn. En ég gerði mér ekki almennilega grein fyrir því hvað þau höfðu staðið sig ótrúlega vel fyrir en ég stóð sjálf í sömu sporum fyrir svona 15 árum síðan. Fráskilin með barn og stjúpbörn. Þá fyrst gerði ég mér grein fyrir því að þetta hafði verið meðvituð ákvörðun hjá þeim. Að vanda sig í samskiptum við hvert annað fyrir mig. Þannig að ég á í foreldrum mínum góða fyrirmyndir. Og það var alveg örugglega eitthvað pínu vandræðalegt og óþægilegt fyrir þau í byrjun. En þau létu sig hafa það fyrir mig. Og ef þau töluðu hvert annað fyrir framan mig, þá var það alltaf á jákvæðum nótum. Og ég mjög þakklát fyrir það, af því að ekkert barn vill hlusta á baktal um foreldra sína eða stjúpforeldra. Og ég gæti sagt ykkur margar góðar sögur frá æskuárum mínum þar sem að samskipti foreldra minna skipa stóran sess. En þetta getur oft verið flókið. Og líkt og Jósef þá eiga stjúpforeldrar þá oft til að hverfa í bakgrunnin og fá kannski lítinn stuðning til að takast á við það verkefni sem að bíður þeirra við upphaf sambands. Það að takast á við nýtt hlutverk í lífi barns. Það fást engin hamingjukort í blómabúðum með það sem að fagna stjúptengslum. En kannski hjálpar það okkur við að brjóta upp staðalmyndir að horfast í augu við þá staðreynd að Jesús átti stjúppappa. Þau börn sem að alast upp í svona samsettu fjölskylduformi, þau þurfa viðurkenningu á því að fyrir þeim þessi samsetta fjölskylda eða stjúpfjölskylda eða hvað ég vil kalla það, bara hefðbundna fjölskylduform. Bara ósköp venjulegt. Og tengsl við alla foreldrana eru mikilvæg. Og börnin okkar verða líka að finna að það allt í lagi að þeim þykir vænt stjúpforeldrar sína, án þess að þau hafi áhyggjur af því að mamma og pabbi verði sár. Af því á sama hátt og við höfum nóg pláss í hjartanu til að elska öll börnin okkar, þá hafa þau alveg nóg pláss fyrir alla foreldrana. Það bara þannig. En ef við snúum okkur aftur á Jósef og skoðum aðeins, hvernig fyrirmynd var hann fyrir Jesú? Í fyrsta lagi, þá kom hann fram við móður Jesú af virðingu. Og hann elskaði Jesú skilyrðislaust. Og Jósef var trúaður maður og hann fylgdi draumum sínum og innsæi. Og í því felst mikið traust, því hann vissi ekkert alltaf hver næstu skref yrðu eða hvað tæki við. En hann treysti Guði og hann setti hag barnsins alltaf í fyrsta sæti. Og það varð heiminum og okkur öllum til ómældrar blessunar. En hvernig fyrirmyndir erum við? Reynum að vera meðvituð að það læra börnin sem fyrir þeim haft og vöndum okkur í samskiptum við hina foreldrana og stjúpforeldrana. Og tölum vel hvert annað, barnanna vegna. Og svo alltaf gott að leggja málin í Guðs hendur og leita eftir aðstoð ef við þurfum á því að halda. Og það nú miklu auðveldara í dag heldur en var fyrir 30 árum. En nú hefur draumur minn svo sannarlega ræst og gott betur. Ég eiginkona og mamma og stjúpmamma og tengdamamma og amma. Og þetta alveg heilmikil ábyrgð og það gott að minna sig á það og maður þarf að gera það reglulega. Því að sama hvað hlutverki við gegnum í lífi barnanna okkar og í fjölskyldunni, þá erum við fyrirmyndir þeirra sem yngri erum. Og það mikilvægt að hafa það í huga og kannski sérstaklega núna á jólunum að við getum haft áhrif á það hver fjölskyldusaga barnanna okkar verður. Og við getum spurt okkur, hvaða sögu vil ég að börnin mín segi sína fjölskyldu þegar þau verða stór? Þér sé Guði föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og þá vil ég bjóða Arnar Inga að taka við.
personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who's there. Your own personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who's there. Feeling unknown when you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who's there. Feeling unknown when you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. 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 Takk fyrir. Já, kærar þakkir, nú skulum við biðja. Drottinn Jesús Kristur, þú ert hið sanna ljós sem lýsir öllum þjóðum. Lát birtu þess einnig ljóma inn í hjörtu okkar og huga, svo að í okkur verði ljós af þínu ljósi til að lýsa upp myrkur þessa heims. Blessa þú fjölskyldur okkar og heimili og fylltu samskipti okkar af friði og kærleika, því að þú lifir og ríkir með Guði Föður í einingu heilags anda, að eilífu. Amen. Og þá ætlar Katrín Valdís að koma og syngja fyrir okkur við jötuna. Ég ætla að fá að nota tækifærið, veist ég með mikrofónin hérna í leiðinu, óska ykkur öllum gleðilegar jóla og minna ykkur á 27. februar. Bara svo að gleymist ekki, þá verður hérna country tónleikar með Arnar Inga Bellans, Söru Hobbs frá Texas og Milo Deering með fullri virðingu fyrir Sigurgeir sem frábæra á stílgítar. Þá hann talin eins og best í heim, ekki rétt sem Milo. Einn með frábær stílgítarleikari, þannig að takið daginn frá 27. Kórinn verður á sínu stað, ekki missa af þessu, 27. februar. Og við syngjum laga Gumma Kalla frelsins okkar. Í barnsins blíðu augum
mér birtist ásýnd þín, í hjartastað mig hittir, þín hreina ást til mín. Það sem undur gerist, ást þín snertir mig. Þá verður löngun lífs míns að lifa fyrir þig. Hinn fyrstu jól í ötu, minn Jesús lít ég þig, í barnsins auðvíkt ertu, ást að biðja mig. Þú mætir mér í vildi, ég meðtek anda þig, og óskaðan tengist við andan gráttinn minn. Það sem undur gerist, skynja ég, hve ást þín dýrðar drottin, djúp og yndisleg. Hún býr í brjósti mínu, hún brennur það svo heitt. Ég undrast áhrif hennar sem öllu geta breytt. Það sem undur gerist, augum lít ég þig, í ástaraugum þínum ég endurspegla mig. Það sem undur gerist, augum skynja ég, hve ást þín dýrðar drottin, djúp og yndisleg. Hún býr í brjósti mínu, hún brennur það svo heitt. Ég undrast áhrif hennar sem öllu geta breytt. Það sem undur gerist, augum lít ég þig, í ástaraugum þínum ég endurspegla mig. Þá megið þið sem hefur auðvelt með rísa á fætur og þykja blessun drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Og við slum bara standa áfram og syngja saman Heimsum ból. Frelsi
þið bara fá okkur sæti aftur og við fáum loka lagið. Arnar Ingi, hann ekki bara okkar íslenski Johnny Cash, heldur líka Bing Crosby. Kalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun will shine today and all the stars at night. Mele Kalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Mele Kalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun will be the day and all the stars at night. Mele Kalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun to shine by day and all the stars at night. Mele Kalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Mele Kalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun will be by day and all the stars at night. Mele Kalikimaka is a wise way to say Merry Christmas, a Merry, Merry Christmas, a very, very Merry, Merry Christmas to you. Takk fyrir. Mig langar að þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og eigum ekki að gefa öllu tónlistafólkinu gott klapp af. Brynjólfur Snorrason á trommurnar og Sigurgeir Sigmundsson, Pétur Erlendsson og Páll Elvar Pálsson. Óskar heiti ég. Og þá kveð ég ykkur bara eins og venjulega og segi förum í friði og þjónum drottni með gleði.